Shakespeare verður ástfanginn ærslafullur gleðileikur en með risastóru hjarta því þetta fyrst og fremst ástarsaga með mjög skemmtilegu litrófi af karakterum sem eru margir hverjir fyndnir og skrýtnir. Sýningin mjög stór í sniðum á allan mögulegan hátt. Við erum með 23 á leiksviðinu, leikara á öllum aldri. Ég fékk nýútskrifaðan leikara, hann Aron Már eða Aron Mola eins og hann kannski betur þekktur, til þess að leika William Shakespeare vegna þess að leikritið gerist 1593. William Shakespeare var þar mjög ungur að árum, 29 ára, og mér langaði til þess að fá unga og ferska orku inn í þetta hlutverk og fékk hann til liðs við mig. Og svo erum við líka með Eddu Björgvins og Sigga Sigurjóns og Örn Árnason. Svo erum við náttúrulega með bara leikara á öllum aldri. Þannig að alveg frá einmitt bara 27 ára og upp í tæplega 70. Þannig að það ógeðslega gaman. Reynslu meiri og reynslu minni hittast og gera töfra. Shakespeare verður ástfanginn að vissu leyti heimild. Leikritið gerist 1593 og við förum svolítið langt í því konsepti, bara í búningum og öllu. En svo var til tónlist sem fylgdi verkinu, en mig langaði til þess að við myndum gera okkar eigin. Og mig langaði svolítið kannski til þess að eiga samtal við nútímann í gegnum tónlistina og leyfa hann að standa svolítið sér. Og ég fékk til liðs við mig Frikka Dór og Jón Jónsson, einfaldlega vegna þess að mig langaði í ofboðslega grípandi og fallegar melódíur. Og fékk þá til liðs við okkur og við fengum síðan þá til þess að velja sér hljómsveit, til þess að spila undir. Og GTRN, hún sem sagt söngkonan í verkinu, þannig hún stendur svona alveg ein og sér og ekki inn í períódunni og tónlistin við svona döðrum við margs konar tíma. Stundum erum við bara inn í 1593 og stundum erum við bara svolítið í tímanum í dag og stundum erum við alveg tímalaus. Þannig að tónlistin stendur svona alveg svolítið ein og sér. Áhorfendur mega búast við eldfjörugri ástarsögu með stóru hjarta, fallegum búningum, fallegri tónlist og frábærum leikurum.